Starfsfólk í aðalbyggingu Háskóla Íslands hefur að undanförnu unnið í að innleiða græn skref í starfi sínu og því heyra plastbollar, pappadiskar og annar einnota borðbúnaður þar sögunni til. Ég er náttúrulega að stuðla að vitundarvakningu. Það er það sem ég er búin að vera að stefna að síðastliðin 4 ár. Bernhard Antoníussen hefur starfað í aðalbyggingu Háskóla Íslands í 4 ár og finnur fyrir miklum áhrifum af þessari breytingu. Á þeim tíma sem hann hefur unnið í háskólanum hefur hann notað 1 plastbolla á dag fyrir kaffið sitt. Hann fór fljótlega að safna þeim saman á skrifstofu sinni og byggði úr þeim eins konar skúlptúr. Þrátt fyrir að nýta sama bollan allan daginn er ótrúlegt magn sem safnast hefur upp. Hvað er það? 700 bollar? Nei, 700-800 bollar. Það byrja nú bara sakleysislega með einu glasi hérna fyrir framan sem eru svo fleiri. 2, 3 og 4 og svo fóru þau upp í einhvern lítinn stafla og svo bara ógst það. Og var það þessu fallega verki. Það er ákveðin sorg í gangi held ég, svona almennt. Ég held þetta sé upphafið að listamanna. Nei, þetta er dálítið ókveikjandi. Í aðalbyggingu háskólans starfa 100 manns og stór hluti þeirra hefur notað að minnstakosti 1 plastbolla á dag. Heildarmagn plastkaffibolla undanfarin ár er því svakalegt og enn meira þegar við tökum með í reikninginn alla nemendur og bætum við notkun á plastglösum fyrir vatn, pappadiskum og annars konar einnota ílátum. Já, nú er bara komið með hann smekklega bolla hérna. Bara bolli sem ég bara skóla þá eftir hverja notkun eða hvern dag. Þetta er betri hugmynd heldur en glösin, ég skal alveg viðurkenna það. Ef allir starfsmenn háskólans og nemendur notuðu svipað magn af einnota bollum og Bernhard hefur gert, getum við margfaldað umfangi sem við sjáum á myndunum með ca. 16.000. Eitthvað sem er eiginlega ómögulegt að sjá fyrir sér. Sem betur fyrir eru margir meðvitaðir þau neikvæðu umhverfisáhrif sem plastið hefur og nota fjölnota bolla. Það munar alla sem draga úr plastnotkun. Byrja þarna einu glasi. Það er bara svipað og allgættur á fyrst í súpn. Bernhard hefur nú skipt yfir í fjölnota bolla svo vonandi hætti skúlptúrinn að stækka. Hann er samt ekki tilbúinn að kveðja plastlistaverkið sitt strax sem fær þess vegna að lifa sem minning þetta plastneyslubrjálæði sem við höfum búið við undanfarin ár.